áttu stundum erfitt með að segja nei? Hvað með meðvirkni að reyna að þóknast öðrum eða upplifa sig eins og að þú jafnvel óttist tilfinningar annarra? Og í Biblíunni talaði ótta við menn og það mjög magna vers hérna í Orðskviðum 29:25 sem segir ótti við menn leiðir í snöru en þeim borgið sem treystir drottni. Og ég dreymdi svo ótrúlega magnaðan draum í nótt og ég vissi að Guð var að tala til mín strax og ég vakna og ég fór að skrifa niður drauminn og svo fór ég að huglega að biðja og spyrja Guð hvað ertu að tala til mér? Því Guð alltaf að tala til okkar, spurningin erum við að hlusta og erum við að taka eftir. Og draumurinn var þannig, ég ætla ekki að fara alveg í smáatriði því þetta var mjög langur draumur og gerðist mjög margt, en hann var sem sagt þannig í grunninn að þarna voru ákveðið fólk. Þetta ekki fólk sem ég þekki, þetta fólk sem hafði ákveðið vald yfir, ekki líkamlega, heldur svona sálrænt og tilfinningalega. Ég var að fá eitthvað svona benefit eða varning frá þeim, en á móti höfðu þau ákveðið vald yfir mér með þeim hætti að mér stafaði ógn af þeim og ég óttaðist þau. Og af þessu leiddi afleiðingin var sú að ég sogaðist undir þeirra vald og var komin allt í einu inn í einhver takt sem var þeirra taktur en ekki minn taktur eða taktur Guðs fyrir mitt líf. Og þessir einstaklingar fengu vald yfir mér og mínu lífi og þegar ég fór að tala við Guð og spyrja hver rótin þá fór hann að sýna mér hann ótta við menn. Og ég, fyrst fannst mér ég ekki tengja mjög mikið við þetta því að ég hef náði að vinna mig nokkuð vel út úr því, þú veist, mér sama hvað öðrum finnst, mér sama álit annara. Ég ekki lengur að leitast eftir því að fá samþykki eða viðurkenningu eða virði mitt frá öðru fólki, heldur fæ ég það beint frá Guði, þannig að mér fannst ég vera búin að vinna mig nokkuð vel út úr þessu með Guði, en svo fór Guði að opinbera þetta betur fyrir mér og þá fór hann að sýna mér munstur í mínu lífi sem var þannig að ég átti stundum erfitt með að segja nei. Sérstaklega ef að einhver var að ganga á mig eða spyrja aftur og aftur og aftur og aftur þá oft leiddi það til þess á endanum að því að viðkomandi var búin að spyrja svo oft eða biðja svo oft eða ganga svo mikið á mig að þá sagði ég já, jafnvel þótt ég vildi það ekki. Og svo var annað mynstur, til dæmis eldri strákurinn minn, hann á það til dæmis til að fara þess yfir mín mörk og suða og spyrja aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, jafnvel þótt ég sé búin að segja nei og það getur verið önnur vísbending að ótti við menn sé innra með okkur, það þetta þú veist, óskýr mörk eða markarleysi jafnvel í samskiptum og og að við séum að segja já við einhverju jafnvel þegar við viljum segja nei eða ætlum í hjarta okkar að segja nei. Og það svo mikilvægt að átta sig á því að afleiðingin af ótta við menn þetta að þóknast, meðvirkni, segja já þegar við viljum ekki segja nei, segja já þegar við viljum segja nei og afleiðingin sú að annað fólk að því að við óttumst það hefur vald yfir okkur. Og það ekki endilega þannig að við óttumst eitthvað að fólk muni meiða okkur eða beita okkur líkamlegu valdi, heldur þetta meira ótti við tilfinningar fólks, ótti við það að valda einhverjum vonbrigðum, ótti við það að einhver verði reiður við mann, ótti við höfnun, ótti við það að vera útskúfað, ótti við það að vera að tilheyra ekki, þú veist, ótti við það að vera ekki samþyktur. Það þessi ótti sem undir þessum ótta við menn sem setur okkur í fjötur og það sem gerðist í draumnum, þarna alveg eftir þetta, ég var að upplifa þetta fólk hafði vald yfir mér og ég óttaðist það var sem sagt fjötrar, það voru fjötrar og ég fann í draumnum að ég var að reyna að labba og ég vissi ekki hvort ég kæmist í burtu eða gæti sloppið frá þeim og ég var að reyna að labba eða hlaupa og það var eins og ég gæti ekki hreyft mig eða það var mjög erfitt, ég var öll svona bogin í baki og lappirnar á mig voru svona eins og að væru hálflamaðar og ég gat ekki, þú veist, ég var ekki frjáls, ég gat ekki hreyft mig almennilega og ég gat ekki farið þangað sem ég vildi fara út af þessum fjötrum sem þessi ótti við menn var að leggja á mig og setja á mig. Og þegar ég fór að skoða þetta með Guði og biðja að þá losaði Guð þessa fjötra af mér og þá kom léttir inn í hjarta og ég fann að ég var frjáls frá þessu. Og þetta það sem að samfélag, þetta nána samfélag okkar við Guð gefur okkur, það þessi stöðugi, andlegi þroski með Guði og meira
frelsi og heilbrigði og mér langar núna til að biðja fyrir þér og reka burt allan ótta við menn og meðvirkni og þóknun og setja bara inn þennan heilbrigða Guðs ótta og að Guð einn hafi valdið við þínu lífi en ekki annað fólk eða tilfinningar annara eða eitthvað annað sem á ekkert að hafa valdið við þér. Já, góði Guð, kæri Jesús, ég bið fyrir þeirri manneski sem að hlusta núna og horfa. Heilagi Andi, ég þakka þér fyrir nærveru þína og kraftaverkakraft til núna. Ég þakka þér fyrir að þú sáu þínum fræjum í hjarta þessara mannesku í Jesú nafni. Þá hasta ég á allan ótta við menn og ég reka hann út og í staðinn kemur heilbrigður, stórkostlegur Guðs ótti. Virðing fyrir Guði og hlýðni við Guð og vilji til þess að fylgja Guði og í Jesú nafni lýsi ég því yfir að þú lifir í ljósi Guðs, í kærleika Guðs og í friði Guðs alla eilífð. Amen. Ef þú fannst fyrir létti eða upplifir eitthvað stórkostlegt innan með þér í hjartanu, þá langar mig til að minna þig á hugleiðslubænir Frelsiskirkjunnar sem eru inn á Spotify og YouTube. Að hlusta daglega gefur okkur stórkostlegan árangur og nánd með Guði og síðan erum við auðvitað með vefþættin okkar. Þeir eru líka inn á Spotify og YouTube og svo erum við með 50-dagsfund Frelsiskirkjunnar, öll 50-dagskvöld klukkan 9. Við erum á Zoom, Facebook og TikTok og við postum alltaf linknum samdægis, þannig að endilega skoðið þið á 50 dögum hvort að linkurinn á Zoom sé komin inn. Svo erum við líka með beint streymi á fundin inni í bænahópnum okkar Frelsi og lækning. Og ef þú ert ekki inn í bænahópnum okkar á Facebook en vilt koma þar inn, þá máttu senda mér línu og ég adda þér þangað inn. Og eins hægt að óska eftir fyrirbænum ef þú vilt fá einhvers konar fyrirbæn fyrir þig eða þína. Guð blessi þig og við sjáumst á 50 daginn. Bless, bless.